Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Það ennþá notalegur nóvember þó hann sé alveg að klárast og við erum svona að huga að því hvernig við eigum að fara inn í þessa aðventu, hvernig við eigum að slaka aðeins á og æsa okkur minna og til mín komin hún Sólveig Helgadóttir, hún markþjálfi. Velkomin. Takk fyrir. Í þínum störfum þá ertu náttúrulega að hjálpa fólki með allskyns markmið og rekstu á það að fólk sé svolítið upptjúnað og þurfa aðeins að slaka á eða? Já. Mjög mikið sko. Og hvernig ráð getur þú gefið svoleiðis fólki? Sko, í markmælinu gefur það ekki droslega mikið að ráðum, sko. En þetta svolítið þannig að einstaklingurinn á svolítið að finna út úr þessu sjálfur svona einhvern veginn? Já. En við þetta hjálpum fólki samt, með alls konar hluti. Og fólk yfir höfuð ekkert svona, hvað segja, fólk svo upptekið öllu öðru einhvern veginn heldur en sjálfum sér. Akkurat. Það oft veit ekki hvað það heitir bara í lífinu. Þannig að maður ofta að reyna að fá fólk til þess að komast nær sér. Já, bara lenda í sér einhvern veginn. Já. Og kynna sjálfur sér raunveru. Og hvernig gerir þið það? Ég persónulega starfa mikið með styrkleika og fá fólk til þess að vera meðvitaðara sjálft sig og hvað það að gera, hvað það að gera vel, sem sagt. Hvað það gott í kringu það, finna það jákvæða í kringum sig, af því við kunnum svo vel að skoða það neikvæða. Festum svolítið í því. Já. Einblínum svolítið á það kannski. Já. Og biður það fólk bara að skrifa þetta upp eða bara að segja þér þetta eða það allur gangur á því? Það alls konar. Þetta mjög einstaklingsmiðað, sko. Og bara eftir því sem hentar fólki. Fólk velur svolítið sína leið. Og ég starfa mikið með ungu fólki, alveg niður í 10 ára. Og það svona, þó ég taki á móti öllum, þá það samt svona, svona minn markhópur í raun og veru. Það yngri deildin og þau verða að fá að finna það sjálf. Hvað hentar þeim. En leitin og vita þau, svona litli krakkar alveg hvað það sem að þau vantar, eða hvað? Eða það foreldrarnir sem að sjá að það eitthvað að og senda til þín eða hvernig? Nei, það þarf ekkert endilega að vera neitt aðhaldi til að koma. En mjög oft þetta lélegt sjálfstraust sem að en það líka alveg, þú veist, flottir íþróttakrakkar sem að koma til mín. Já, sem kannski vilja setja sér markmið og ná þeim. Já, komast lengra. Þú veist, þau þurfa bara einhvern til að tala við. Þau alltaf öðruvísi að hugsa hlutina heldur en segja þá og fá þessar krefjandi spurningar. Það ekkert alltaf að vera að spyrja okkur þær, dagstæðilegu lífi. Einmitt. Og ef við hugsum bara núna jólin, það eitthvað svona sem að þú ert upptekin af, eða ertu meira svona að skoða stærri myndina eða ertu með eitthvað svona sérstökur ráðhanda okkur fyrir jólin? Já, ég náttúrulega að skoða rosa mikið stærri myndina, svona í, þú veist, dagstælega. En mjög áhugavert samt að skoða, til dæmis eins og jólin núna, þú veist, því að fólk ekkert endilega alltaf að vera á staðnum. Svo maður tekur bara eftir því ef þú ferð á Glerártorg eða einhvern svona stað að fólk alltaf einhvern veginn upptekið eða svona í einhverjum æsing, sko. Ekkert endilega á staðnum. Og við erum ekkert rosa mikið í því að endilega njóta. Og maður finnur það bara, þú veist, sjálfur, maður oft komin, sko, skrefinu lengra. Maður kannski, þú veist, hérna í viðtali en maður að fara, þú veist, ég kannski bara hugsa það sem ég að fara að gera á eftir, skiljuru. Þannig að maður oft ekkert á staðnum og hvernig getum við lent á staðnum? Hvernig getum við lent á staðnum? Með eitthvað konkrétt ráð? Já, sko, að taka eftir. Já, akkurat. Að taka eftir því sem að að vera. Þetta geggjað. Já, og sjá það og finna jákvæðu hlutina. Já. Finna jákvæðu hlutina og taka eftir líka það sem þakklátur fyrir. Ég held að það geti skipt okkur rosa miklu máli. Þetta eitt í hug. Ég fór einu svona ritlistanámskeið hjá honum Þorvaldi Þorsteins heitnum. Og hann var að segja frá sínu svona ferðalagi, hann var í íslensku og svo í myndlist og ætlaði að gera allt svo rétt og ætlaði að gera allt svo vel og var svo mikið að vanda sig og fór til Hollands í framhaldsnám og þar sagði kennarinn við hann bara, hættu þessu, fáðu farseðil, hérna, farðu upp í lest og taktu eftir því sem þú tekur eftir. Og hann bara, hvað að þér? Skildi ekki þessi ráð, svo gerði hann þetta samt. Og allt í einu einhvern veginn small eitthvað hjá honum því að hann fór að taka eftir
og ekki bara taka eftir heldur, taka eftir því sem hann tók eftir. Og hann var að gefa okkur þetta ráð á ritlistanámskeiðinu. Já. Og ég man ennþá mómentið sem ég hugsaði, já, nú ætlum ég að gera eins og Þorvaldur sagði mér, taka eftir því sem ég tek eftir og ég var að gera með kaffi, með froðu og svo ætlaði ég að fara að sturta þessu kaffi í mig eins og maður gerir en þá svona aðeins staldraði við og horfði á froðuna. Og sko sólin kom svona skein inn gluggan á froðuna og allt í einu var ég bara komin á skíð í Hlíðarfjall. Og þetta var alveg sturlað móment sem ég átti þarna, sekúndubrot með sjálfur mér en vá hvað ég var allt í einu svona rík, líf mitt var svo ríkt. Akkurat. Þetta var svo lítið moment. Það þarf ekki að vera eitthvað stórt. Nei. Þú veist, og við erum svo upptekin að allir stóru hlutunum. Já. Við erum ofta ekki að taka eftir einhverju froðu á kaffi, skiljur. Já. Þú veist, af því að fyrir okkur finnst, okkur finnst það ekki endilega að skipta máli. Nei. En þú veist, þetta skiptir ógeðslega miklu máli. Ég persónulega tek rosa mikið eftir náttúrunni. Ég nærist af náttúrunni og þegar ég fer út, þú veist, þá verð ég svona sjúklega heilluð. Og þú veist, vinkonum mínu sem labbaði hliðina á mér skilja ekkert hvað ég er að horfa á, sko. Þú ert bara að horfa á alls konar tré og blóm og eitthvað. Já, og það verður bara rosalega heillandi einhvern veginn fyrir mig. Og ég held að það skiptir ógeðslega miklu máli að taka eftir hlutunum. Þú veist, ég held að við náum þannig einhvern veginn að setja okkur meira á staðinn. Ég er með aðra sögu frá þessu námskeiði, ég verð að bæta henni við, því að þú ert að tala um náttúruna. Ég fór nefnilega út að straunsa með barnavagn og ætlaði bara að straunsa þennan göngutúr og fá hreyfingu og spenna raskinnarnar og eitthvað svona, gera. Svo ég sagði, nei, hann sagði mér að taka eftir því sem ég tæki eftir. Og þá fór ég að horfa á trén með barnavagnin og allt í einu sá ég 2 aspir, svona, þær uxu svona í sundur. Og ég hugsaði með mér, ó Guð, hér hefur verið rifrildi, þú veist, allt í einu fór maður að pæla eitthvað. Það var svo steikt en þetta var svo skemmtilegt fyrir mig, búa til sögur. Það er kannski misjafnt sem hentar fólki en ég fer að búa til sögur. Það er misjafnt sem hentar okkur, þú veist, en þú manst þetta ennþá. Alveg. Það er að þú varst á staðnum, skiljurðu. Þú veist, ef þú hefðir ekki verið á staðnum, þú myndir aldrei muna þetta. Hefði ég bara gert þetta æfingarnar. Og það er líka, þú veist, viljum við fara í gegnum desember og jólin, þar sem allt er ótrúlega mikið svona, það er svo mikið að vera og svona, viljum við ekki geta muna enn tíma. Sérstaklega eins og, þú veist, líka þetta hefur áhrif að krakka. Þú veist, þegar fólk er ekki að gefa tíma, einhvern veginn, þú veist, það er svona æsingur í gangi. Fólk lúmstressa þó að það hefur minnkað. Svo er líka svo margt sem þarf að gera, það er þessi tónleikar og það er þessi skóla, það er svolítið margt svona. Þannig að oft gleymist bara samverustundir og svoleiðis. En þú veist, svo er náttúrulega líka margt annað sem hægt er að tína til, sem hægt er að gera eins og, þú veist, bara fara í hugleiðslu. Þú veist. Gott bað. Já, gott bað, þú veist. Fljóta, með flóthettu í sundlu. Það er alls konar til. Þú veist, það er alls konar. En það er bara að finna það sem hentar manni. Tíminn er rokinn frá okkur. Eigum við að enda þetta á því að hvetja fólk til að taka eftir því sem það tekur eftir. Spá aðeins í það. Já, algjörlega. Það er ótrúlega dýrmætt ráð fyrir mig allavega. Já, taka eftir hlutunum kringu sig, horfa á jákvæða, þú veist. Ég held að það skiptir bara ótrúlega miklu máli. Og hérna, já, ég held að það sé bara ógeðslega flott ráð. Það eru loka orðin okkar. Takk hérlega fyrir komuna. Takk fyrir. Við ætlum að enda þennan föstudagsþátt á að sjá lag með ungu söngkonunni Sögu Nasari. Takk fyrir að horfa, sjáumst að viku liðinni. The graves I've hid for so long, I mark on my name, then dig up my own. I lay in the mud as I repent for my sins. Come up craving life, kill the beast from within. I've howled to the moon, walk my the streets, and even though I still love you, no, our souls could never meet. He turned into the devil the moment he fell in love with me. Now got to get the shovel, show him what it's really like to bleed. He turned
turned into the devil. The moment he fell in love with me, now got to get the shovel, show him what it's really like to bleed the line. He crossed the line, the line. He blew for $1,000,000. The line. He told to protect the crime. The line. Now he's sitting in for my crime. The line. He crossed the line, the lines. He blew for $1,000,000. The lies. He told to protect the grind. The lie. Now he's sitting in for my crimes. Hid for so long, mark on my name, dig up my own, lay in the mud, repent for my sins, come up craving blood, kill the beast from within. I promised myself we'd never be partners in crime. I'ma stand up for my own, and I will do my time. I'ma stand up for my own, and I will do my time. And until I get out, can just please stay in line. He turned into the devil the moment he fell in love with me. Now got to get the shovel, show him what it's really like to bleed. He turned into the devil the moment he fell in love with me. Now got to get the shovel, show him what it's really like to bleed. The line. He crossed the line, the lines. He blew for $1,000,000. The lies. He told to protect the crime. The lie. Now he's sitting for my crime. The lie. He crossed the line, the lines. He blew for $1,000,000. The lies. He told to protect the grind. The lie. Now he's sitting for my crimes.